Frá því að ég var 9 ára fannst mér sem Guðs augliti stæði allsstaðar opið fyrir mér. Hvar sem ég heyrði alla nátt. Skáldið á þröm var skrifaður Magnús Jörundur Hjaltarsson en skrifaði sig ávallt sem Magnús H. J. Magnússon af því að hann þótti eitthvað meira til afa síns koma heldur en föður síns. Afa var prestur en pabbi hans var hins vegar ónýtjungur og Magnús var komið í vist eða fóstur þegar hann var 6 vikna gamall og var í fóstri fram til 18 ára við slæman aðbúnað. Þannig að hann var alltaf mjög veikur og var snemma á framfærslu sveitar sinnar og sú sveitaskuld fylgdi honum alveg til dauðadags. Hún var til þess að hann mátti ekki giftast fyrir að vera búinn að borga sveitaskuldina og því að hann var náttúrulega sveita á maí þá hafði hann aldrei ráð á því að borga þessa sveitaskuld. Mátti hvergi setjast að nema hann væri giftur. Þannig að þetta var svona vítahringur sem hann losnaði aldrei úr. Hann er fyrirmyndin að Ólafi Kárasyni, Ljósvíkingi úr Heimsljósi. Ferð á saman. Hvernig blasa þessi tveir menn við þér? Nú er ég ekki mikill sérfræðingur í Heimsljósi, verð ég að segja. En ég hef svo sem aðeins skoðað svona snertifletina og þeir náttúrulega eiga það sameiginlegt að þeir eru utangarðsmenn og ónýtjungar í augum samfélagsins. Og Magnús er á það sammerkt með honum Ljósvíkingnum að hann skrifaði bara fram í rauðan dauðann og vakti á nóttunni og skrifaði. Það liggja eftir hann 4000 blaðsíður af dagbókum fyrir utan óteljandi kvæði og vísur. Var það gott skáld? Mjög gott skáld. Hann var dæmdur í ársfangelsi? Já, ársbeitrunarhúsinu. Hann er dæmdur sem sagt fyrir það að eiga samræði við 14 ára stúlku og fyrir að nauðgani. Þegar ég vaknaði var ég með ákaflegan taugaskjálfta og vissi varla hvernig ég átti að vera. Datt mér þá í hug að fara upp í rúm til hennar Ágústínu. Í dagbóku sínu skrifar hann á mjög hreinskilnislegan hátt um þetta. Heldur því reynda fram að hann hafi játað á sig mun þyngri sakir heldur en hann gerðist sekur um. Kyssti hana? Yfirvaldinu var eitthvað inn upp við hann og þeir svona gerði aðeins meira úr þessu heldur en hann vildi gera. En hann játaði þó í dagbókum sínum að hann fór upp í rúm til stúlkunnar og kyssti hana. En þegar hann kom við hann að bera þá misti hann sæðið. Og var það ekkert af samræði? En þó játar hann fyrir rétti að hafa átt við hana samræði. Munum við fá samúð með Magnúsi? Ég vona það. Hann á það skilið. En ég reyni samt að gera hann ekki á miklu fórnarlambi. Sem eiginkonu gat ég ekki elskað hana. Því að hún var manneskja ófríð mjög og auk þess eyðilögð af voðalegri veiki.